Já, góða kvöldið ágætur áhorfendur og hlustendur. Velkomin að Rauðaborðinu. Það 50 og í kvöld það þjóðhagsráð Rauðaborðsins, eins og ég leyfi mér að kalla það, en það það náttúrulega ekkert. Þeir hafa fylgt okkur hérna eiginlega frá upphafi COVID, Ásgeir Brynjar Torfason og Ólafur Margeirsson og oftast undanfarið hefur Guðrún Johnson verið með okkur en hún vant við látin að gera hluti sem eru mikilvægari heldur en að sitja hér og óskum henni bara velfarnaðar með það. En velkomnir hingað, Ásgeir Brynjar og Ólafur. Það svona nokkur atriði sem hafa verið í fréttunum eiginlega bara í síðustu viku sem að mig langar að kasta upp til ykkar. Eitt af því var að umhverfisráðherra kom fram og sagði að ljóst væri að Íslendingar væri ekki að standa skuldbindingar sínar varðandi Kyoto-samkomulagið og við þyrftum að reiða fram sektir út af því. Og það ekki alveg komið fram hverjar þeir eru, en það skilst mér að það sé einhvern veginn háð markaðsaðstæðum á hvar hægt að kaupa kvóta. En einhvers staðar sá ég að þetta gæti verið svívirðilegar upphæðir, 14 milljarðar jafnvel, slíkar upphæðir. Ólafur, þú hefur oft nefnt hér sem ráð við kreppunni, skógrækt, komið fram með það. Þannig ég býst við að þú hafið eitthvað kynnt þessa stöðu Íslendinga gagnvart Kyoto. Hvað þarna á ferðinni og hvað til ráða? Sem ég hef ekki skoðað stefnuna sjálf, eða stöðuna sjálfa sérstaklega varðandi Kyoto, en hluti af því sem ég að gera í vinnunni hjá tryggingafyrirtækinu sem ég að vinna að við erum að kortleggja það hversu mikill kolefnisútblástur vegna okkar fasteigna fjárfestinga, þar sem ég nokkurs konar fasteigna hagfræðingur, myndi það kallast á íslensku. Og þess vegna hef ég verið að skoða meðal annars hver kostnaðurinn á bak við það að binda kolefni með ýmiss konar aðferðum. Það hægt að gera það með því að sjúga það bókstaflega úr andrúmsloftinu og binda það í jarðlögum og þetta náttúrulega eitthvað sem byrjað að gera á Íslandi. Þetta ennþá allavega eitthvað dýrara heldur en gamla náttúrulega aðferðin, en kannski best að negla það klárlega niður að þessi aðferð með það í rauninni svona carbon capture eins og þetta kallað á ensku. Hún blessunlega að verða ódýrari og ódýrari. Þetta alveg örugglega eitt af því sem við þurfum að gera við mannkynið til þess að minnka áhrifin sem kolefnisútblásturinn sem við erum ábyrg fyrir á náttúruna og á veðurfarið. Þannig að þetta ein leiðin. Gamla góða náttúrulega leiðin eru plöntur aðalega og náttúrulega vitanlega sjávarlíf og svo framvegis líka. Og svona á meðaltali kannski á Íslandi að fyrir eftir í hvar þú nákvæmlega og hversu gamall skógurinn og slíkt, en það má svona reikna með einhvers staðar á milli kannski 6 til 8, kannski 10 tonn á hektara. Og kannski meira ef þú komin í kannski Hallormsstaðaskóg eða svona vel stæðan skógar sem trén eru stöndug og þau að vaxa hratt í umhverfinu. En löng saga stutt, þetta bara svona nokkurn veginn, þetta augljóst dæmi það í rauninni að það eigi að vernda land á Íslandi fyrir einhvers konar þrýstingi, hvaða þrýstingur sem það sem veldur því að gróðurinn nær ekki á að binda kolefnið sem hann getur gert. Hvort það sé ofbeiting, hvort það sé ekki nægilega mikil vernd frá því og bara hvað sem í rauninni, hvort það sé mýrlendi eða votlendi eða slíkt. Og þetta augljóst dæmi í rauninni opinbera fjárfestingu þar sem þú getur veitt fólki nær ótakmarkaða vinnu eftir því bara ef fólk atvinnulaust sem dæmi þá þarna augljóst tækifæri til þess að búa til það sem kallað buffer job í rauninni. Ef þú atvinnulaus þá ertu viss það að þannig getur þú fengið vinnu við það að sjá til þess að kolefnisbinding á Íslandi sé nægilega mikil til þess að Ísland þurfi ekki að borga sektir vegna Kyoto. Og í samanburði við þessa
14, 15, 16 milljarða sem kannski vænst í rauninni, hver kostnaðurinn á bak við þetta þá var framlag ríkisins til skógræktar á síðasta ári 640 milljónir eða þar umkring. Og ég ætla að halda því hiklaust fram að það væri góð, skynsamleg, opinber fjárfesting að bjóða fólki atvinnuframboðstryggingu þar sem það getur unnið við það að sjá til þess að kolefnisbinding í náttúru Íslands sé nægilega mikið til þess að við Íslendingar þurfum ekki að borga sektorinn að Kyoto. Viltu nota peningin í staðinn fyrir að borga sektirnar að starta átaki við að ekki spurning. Rækta tré og líklega bara annan gróður, það er ekki bara tré. Að sjálfsögðu, allur pakkinn, bara hvað sem það hvort það sé aukið graslendi, ef fólk sátt við það að rækta lúpínu á viðkomandi svæði, fólk sátt við það að byggja upp hampiðnað á viðkomandi svæði sem líka löglegt og hampur nota bene ljómandi góður kolefnisbindari, þannig að segja, alveg eins og tré og í ofanálagið með það að búa til kolefnisbindingum með þessari aðferð þá á sama tíma verið að auka líffjölbreytileika á viðkomandi svæði. Skordýr nota skóglendi, hamplendi og slíkt til þess að lifa af. Síðan koma fuglarnir í kjölfarið á skordýrunum, ránfuglar, rándýr og svo framvegis og þetta bara eðlilegur, náttúrulegur ferill sem þarna væri verið að styrkja. Og þetta miklu ódýrara heldur en það að fara ekki í þetta og borga 16 milljarðana beint í sekt. Nú erum við að lenda í því að þurfa að borga sektirnar. Nú erum við að lenda í því að þurfa að borga sektirnar. Hlustar ykkur á okkur ef við poppum allt í upp núna með ykkur áætlunum að verja eða binda kolefni í staðinn með þessum aðferðum? Erum við komin fram að þeim tíma að við verðum bara að borga það? Ef hugmyndina sem við komum með sæmilega skynsamar, þá vonast ég til þess að sé hlusta á þær. Ásgeir Brynjar, þú samþykkir þetta bara eða eitthvað? Já, ég held að þetta bara í raun og veru rými við mjög margt annað sem að ég verið að hlusta á fundum og ráðstefnum út í heimi. Það að gera ekki vissa hluti núna þýðir bara meiri kostnað síðar. Alveg sama hvort sem maður að tala þarna, það sem búið að setja upp kerfi, það búið að taka allt og langan tíma að koma á þessum sektum, það búið að vera allt og lengi sem að þessi markaður fyrir kolefniskvótana búin að vera svona á einhverju gráu svæði og svolítið bjagaður. En núna birtist þetta, kemur þetta alveg skýrt í ljós eins og svo margt annað í kofinu og það fjöldinn allur annar af svona atriðum sem að afleiðingarnar núna þegar menn farin að sjá út úr göngunum með við það að trúa á að bóluefni virki og komi að þá menn loksins orðnir færir að fara að hugsa hvað þeir voru að gera næst og allavega út í heimi umræðan orðin mjög skýr með það að við megum ekki bara vera að hugsa að spara núna og ná okkur upp á nullið, heldur að við þurfum að skoða hvaða aðgerðir það sem kosta, hvað skynsamlegast að nota peningana í og það að ætla að spara eða nota peninga ekki einhverju hluti getur búið til miklu hærri og meiri og verri kostnað seinna, fljótlega eða ennþá seinna og þess vegna með lága vexti það miklu betra að skuldsetja sig til að gera fyrirbyggjandi aðgerðina. Þetta eins og bara með viðhald á húsinu ef við tökum þá líkingu. Ekki láta það ekki skemmast og þurfa að taka lán seinna til að skipta það. Það ennþá dýrara. Það líka mikilvægt að hafa það í huga að þetta kjörið tækifæri til rauninni til þess að byggja upp nýjan iðnað á Íslandi. Bara sem dæmi hvort að það sé iðnaður á Íslandi, hann þarf ekki endilega að vera það að einhvers konar mengandi. Það kjörið tækifæri í því á Íslandi sem dæmi að kortleggja eða girða af landsvæði sem síðan notað til þess að selja þá þjónustu til fyrirtækja í heiminum að kolefnisbinda fyrir þeirra hönd. Og það eru tugir og ef ekki hundruðir ferkilometra á Íslandi sem hægt að nota í það að
beinlínis að vernda viðkomandi landsvæði, rækta skó á viðkomandi svæði, fá vottorð frá viðkomandi vottorðastofum sem eru inni á sem sagt, vegum Evrópusambandsins og annara sem sagt, svona battería sem sjá til þess að þetta sé rétt gert og það sé verið það rétt mælt hversu mikil kolefnisbindingin Síðan þessi kolefnisbinding, hún seld á markaði til viðkomandi fyrirtækja sem vilja kaupa kolefnisbindingu og það eru bara dæmi, það fullt af fyrirtækjum í heiminum og fyrirtæki sem ég vinn fyrir bara eitt af þeim sem vill vera bókstaflega net zero eftir kannski 5 eða 10 eða 20 ár og þessi fyrirtæki eru að leita eftir því að finna einhvers konar þjónustu sem í því að bjóða upp á kolefnisbindingu og Íslendingar eru að grípa þetta tækifæri og fara í það beint að rækta skóga á Íslandi, selja kolefnisbindinguna til þessara fyrirtækja og slá margar flugur í sama höggi. Það er verið að auka líffjölbreytileika, það er verið að auka útflutnings sem sagt breiddina á Íslandi, það er verið að búa til nýjan iðnað á Íslandi, það er verið að búa til atvinnu á Íslandi, það er fullt af góðum tækifærum í þessu. Óskar, þú varst með dæmi. Eins og bara oft í kreppum koma góð tækifæri og ég meina ég fékk bara í dag mánaðarlega pósti minn frá SAS flugfélaginu þar sem þeir eru bara að segja mér að þeir muni, að ég með eitthvað svona vildarkosti að þeir muni kolefnisjafna allar flugferðirnar mínar, þeir eru náttúrulega að vinna að fá mér til að byrja að fljúga aftur, þeir eru ekki að bjóða mér að kaupa það, þeir ætla að taka það á sig. Þannig Íslendingar getur selt ekki norðurljósin heldur melana og sandana til þess að rækta upp. Þú getur selt norðurljósin inni í skógi. Þú getur boðið ferðaþjónustuna á að grípa þetta tækifæri líka. Þannig að þegar þeir byrjaði að fljúga aftur heiminn, þá þarna á sama tíma hægt að bjóða upp á til dæmis það að fara í norðurljósaferðir inn í skógi, sem er kannski styrktur eða byggður upp bókstaflega vegna þess að fyrirtæki út í heimi og ríkisstjórnir vilja vera með net zero kolefnisútblástur á sínum vegu. Þetta bara kjörið tækifæri til þess að vinna með margan iðnaðarhópa á sama tíma og vinna með sömu þjónustuna sem er skógur, sem hægt að nota í margs konar framleiðslu. Ekki bara það að höggva skóginn niður, sem líka hluti af þessu líka, en líka að bjóða upp á svona experience trips í viðkomandi á viðkomandi svæði. Ásgeir, þú nefndir þarna í aukasetningu stærstu fréttina kannski á síðustu dögum sem var tilkynning Pfizer að þeim gengi vel að þróa bóluefni við COVID. Við byrjuðum nú bara á fyrsta þættinum að velta fyrir okkur hvers konar krepp þetta væri sem við varum að sigla inn í og það voru ýmsir bókstafir nefndir, vaff og tvöfald vaff og K og L og U og ég veit ekki hvað og hvað. Nú svona allir að tala sig inn á það, þó þetta hafi nú bara verið tilkynning fyrirtækisins sjálfs, þetta nú ekki tilkynning einhverra óháðra eftirlitsstofnana það hvernig gangi, en við reiknum með að þetta sé mikið viti í þessari tilkynningu samt. Að það verið að tala að það verið byrjað að dreifa bóluefni til svona þeirra sem í framlínunni snemma á næsta ári og kannski svona mitt næsta ár verið þetta komið í almenna dreifingu, þannig að við erum kannski bara laus úr korona næsta haust. Hvað gerist þá? Fer þá bara, verður allt eins og það var febrúar 2020? Ég hef nú verið að halda fram þeim málflutningi að það verði ekki svoleiðis. Það er náttúrulega fullt af öflum og kröftum sem að vilja það gjarnan og kannski vonir og þrár í þá átt og markaðirnir brugðust náttúrulega mjög gleðilega við þessu. Við höfum náttúrulega eftir að sjá þetta raungerast samt og ég held að það sé alveg ljóst og þetta ekki bara mín skoðun, þetta bara út frá því sem ég hef hlustað á öllum þessum Zoom-fundum utan úr heimi. Það alveg ljóst að það verður minna viðskiptaferðir
fyrirtæki þegar þeir eru búin að vera núna í nokkra mánuði að spara allan ferðakostnað og sjá að summið eða svona búnaður að virka að þá mun verða miklu minna eitt í þannig ferðir. Og það mun þýða fyrir flugfélög og ferðaþjónustaðar minni umsvif, þannig að það mun þýða meira eða minni minnkun atvinnuleysisins þar til að það er búið að finna eitthvað annað að gera. Mögulega verður breyting á ferðahögum almennings með færri og lengri ferðir í staðinn fyrir þessar svona ruglhelgarferðir til einhverja borga sem gera alla bara þreytta og gerir umhverfinu mjög slæmt. En ég ætla ekki að spá fyrir það, en ég bara á mjög erfitt með að sjá miðað við hvað er búið að gera rosalega mikið og hvað hlutinir eru búin að breytast rosalega hratt. Það er stundum talað um að við 28 daga til að breyta rútínu og við erum búin að fá miklu oftar en 28 daga perióður þar sem við þurfum jafnvel að sleppa því að fara í klippingu og bara venjast því að vera aðeins síðhærðari. Þannig að ég held að sko á hinn bóginn þá skal ég alveg vera snemma til að viðurkenna það þegar við sjáum að þetta sé fara að virka, komið í framleiðslu og engin bakslög, að þá eru alls konar möguleikar á að það komi fljótt tilbaka alls konar neysla af því það ég meina, fólk ekki búið eins og við sáum bara strax í sumar. Fólk gat ekki eytt peningnum í útlöndum og þá fór það og keypti sér heitan pott eða gerði betur við sig í matfóru á hótel og veitingastað á Íslandi, þeir sem höfðu góðar tekjur. Ég meina, þannig að það alveg hægt að sjá fyrir sér viðsnúning þar, en það næri ekkert endilega út í það að fyrirtækin hlaupi til og setji upp fullt af nýjum heitapotta verksmiðjum eða fari í rosalega fjárfestingu, því þau eru náttúrulega sködduð, efnahagsreikningarnir þeir eru skaddaðir, þannig að þau vilja sjá meira hvað mun gerast og munu halda aftur af sér lengur. Þannig að jafnvel þó að hagfræðikenningarnar segja að þar sem að vöxtunum sé haldið lágum að þá eigi þau að hafa meiri hvata til að fjárfesta og eigi að ráða meira fólk, að þá kenni nú bara reynslan og ef maður skoða raungögn þá það ekki að fara að gerast mjög líklega nema að hinir opinberu aðilar haldi áfram að halda hjólunum gangandi. Það eru skilaboðin frá IMF ennþá. Hafið ekki áhyggjur af endurgreiðslu skuldana. Hættið ekki of snemma að eyða peningunum í fjárfestingu. Hugsuðum að eyða í góða fjárfestingu, geymið kvittanirnar. Mögulega þarf að taka viðbótarskatt á þá sem hafa grætt mikið á COVID-inu. Mögulega þarf að Hverjir eru það sem hafa grætt mikið á COVID-inu? Það var verið að tala um þetta á fundi í Bretlandi sem var hlustað í morgun, varðandi það hvernig ætti að borga tilbaka kostnaðinn og þá tala um svona windfall-skatt, það er svona einskiptis skattur til að ná tilbaka hluta af útgjöldunum á þá sem að það er að setja það upp á mismunandi hátt. Ég meina þá sem hafa aukið hagnað sinn frá því fyrir þessi hærri skattur á það. Það eru náttúrulega þar veit ég sko netsölufyrirtækin og heimadreifingaraðilarnir Þannig að Netflix skattur. Já, og Evrópusambandið náttúrulega búið að vera í því lengi frá því fyrir COVID en orðið mun beittara og harðara í því að ná af alþjóðlegu tæknifyrirtækjunum skattekjum þaðan sem að þær myndast, þar að segja, þannig að þær séu ekki fluttar í skjól og þau stærstu fyrirtæki eru náttúrulega farin að viðurkenna það og umhugað það, að standa við það. Þannig að það er og síðan hin hliðin á því er þeir sem að fengu stuðning en þurftu ekki á honum að halda ef fyrirtæki koma út ágætlega úr árinu eða næsta á fengu stuðning, þá er því bara ná tilbaka með sérstökum skatti á það. Þannig að þá fyrst fyrir við að sjá í raun og svona raunstöðuna á því hvað stríðið hefur kostað. Þannig að það er svona í lok næsta árs kannski ef þetta tímaplan gengur Ólafur, finnst þér þetta
góð lýsing að svona mitt næsta ára þá komi svona smá uppsveifla í einkaneyslu en fyrirtækin kannski hingri með að meta hvernig framtíðin lítur raunverulega út og svona fjárfesting þeirra og kannski aðlugun að nýjum tíma taki lengri tíma. Ég held að punkturinn hann sé einmitt sérstaklega frasinn aðlugun á nýjum tíma. Því það einmitt nákvæmlega það sem held ég að muni gerast og bara við sjáum það akkurat núna, sko, hagkerfi heimsins það hýst einhvers staðar, það hýst í húsnæði og ég vinn sem fasteigna hagfræðingur og það eru tveir flokkar húsnæði sem hafa tapað hvað mest, orðið fyrir hvað mestu höggi þetta árið. Það eru hótel og svona retail asset, svona verslunarhúsnæði. Og verslunarhúsnæði, það náttúrulega hægt að brjóta verslunarhúsnæði niður í marga svona undirflokka, súpermarkaðir og slíka svona matvöruverslanir klumma sig ágætlega. Fólk þarf alltaf að vinna, fólk þarf alltaf að borða vitanlega. Þannig að matvöruverslanir, þær klumma sig ágætlega. Hótel, augljóst, þarf ekki að ræða það mikið meira. Sá húsnæðisflokkur sem hefur staðið sig hvað best, einfaldlega vegna þess að eftirspurnin eftir slíkum húsnæðisflokki hefur aukist hvað mest lagerhúsnæði og vöruhúsnæði. Og á sama tíma sjáum við akkurat núna umræðuna út allt í rauninni varðandi það hvað eigi að gera við skrifstofuhúsnæði. Akkurat núna erum við, og þetta punkturinn sem Ásgeir var að tala um, það mjög ósennilegt að fyrirtæki fari aftur í þennan svona gamla takt varðandi það að fljúga á milli landa með starfsfólkið sitt og slíkt. Og það þýðir augljóslega í fyrsta lagi að hótelin verða fyrir áfalli. Síðan varðandi það að nota fjarfundabúnað eins og þennan, það augljóst þegar maður tala við fólk og það búið að gera margar svona skoðanakannir það í mörgum löndum. Það mjög algengt að sjá að fólk vilji vinna svona einhvers staðar í kringum 2, kannski rétt rúmlega 2 daga á viku að meðaltali. Það fer eftir í hvaða landi þú ert, í hvaða borg þú ert. Það svona í kringum 2 til 3 dagar á viku að meðaltali sem fólk vill vinna heima hjá sér. Frekar heldur en að vera í skrifstofunni. Og ef þú byrjar að taka þetta inn í reikninginn þá þarftu að átta þig á því að það fullt af fyrirtækjum þarna úti sem með allt of mikið af skrifstofuhúsnæði í dag. Þannig að það fullt af skrifstofuhúsnæði í framtíðinni sem mun einfaldlega ekki vera endurleikt. Og eigendurnir á þessu skrifstofuhúsnæði, þeir eru að panika og þeir veit ekki hvað á að gera við það. Mjög sennilega verður þessu breytt í til dæmis íbúðarhúsnæði. Kannski verður eitthvað af þessu rifið niður og því verður breytt í og það verður byggt vöruhúsnæði í staðinn. Og það fullt af tilgangandum mann úti. En þessi breyting á nýtingu á húsnæði vegna þess að hagkerfið undirliggjandi, það að breytast líka. Hagkerfið, það hýst í húsnæði heimsins. Og það þetta sem við sjáum bara augljóslega að svona breytingin á hagkerfinu, og hún að hafa áhrif á húsnæðismarkaði í heiminum. Og ég alveg hjartanlega sammála Ásgeiri með það að það þessi aðlögunartími sem verður að eiga sér stað. Og það þetta sem einmitt fólk verður líka átt að segja á. Sko þegar fólk hættir kannski að fljúga mikið, til dæmis starfsmenn fyrirtækja, kannski verður eitthvað svipað með ferðamenn eins og áður. En það mikið og ráðstefnu húsnæði og slíkt, það mun kannski eiga í vandræðum. En þegar fólk flýgur minna, þá notar það hótel minna, starfsfólk hótela verða þá það verður ekki mikið eftirspurn eftir starfsfólki í hótel eins og áður og þá verður það launagreiðslur hótelalægri sem þýðir að eftirspurn sem eftir öðrum vörum í hagkerfinu minnkar líka vegna þess að starfsfólk hótelina það fær ekki laun lengur og starfsfólk hótela verður að læra eitthvað nýtt. Og það þetta sem fólk verður líka að segja og það fjórða innbyltingin, hún hinum megin við hornin líka. Og hún að fara að gerast í rauninni bara rétta eftir COVID. Þannig að það fullt af breytingum í uppsiglingu.
Þegar þú varst að tala hérna breytingarnar húsnæðinu þá var ég að hugsa hérna miðbæinn í Reykjavík, þar mikil fjölgun, aukning á hérna verslunarhúsnæði á jarðhæðunum. Það mikið hóteluppbyggingu og svo hérna bæði Landsbankinn og Alþingi að byggja sér nýjar hérna skrifstofubyggingar sem munu tæma eiginlega svo til bara alla kosina, þannig að þar verður reiðinnar býsn af skrifstofuhúsnæði eftir. Geta þessar breytingar þýtt það að við fáum svona draugalega stemmingu til dæmis í svæði eins og hérna miðbærinn í Reykjavík sem hefur svona veðjað á hagkerfið eins og það var fyrir COVID, en kannski að lenda í því að þetta þrennt allt að draga saman sem að mesta áherslan var lögð á að byggja upp fyrir utan kannski dýrar svona blokkaríbúðir fyrir efnaðara fólk. Sko dýnamík í svona lokal húsnæðismörkuðum alveg yndislega flókið fyrirbæri og það er fullt af öðrum þáttum sem þarf að taka tillit til. Til dæmis bara aðgengi að viðkomandi svæði. Venjulega eru svæði sem eru með mjög góðum almenningssamgöngum miklu sterkari varðandi svona áföll heldur en önnur svæði. Þannig að það eitt af því sem verður að hafa í huga. Hvort þú ætlar að það meira að segja sko munurinn getur verið svo mikill að þú voru að vera óbúðslega nákvæmur varðandi dýnamíkina jafnvel niður á sömu götu. Champs-Élysées í París með hærri leigu á verslunarhúsnæðinu sem sólarmegin á götunni heldur en hinum megin, bara sem dæmi. Og það þessi svona örlitlu dýnamík partar sem hafa áhrif líka á það hvað að fara að geðast jafnvel bara á sömu götunni. Og þetta eitthvað sem einfaldlega verður að hafa í huga þegar kemur að miðbærum og öðrum svæðum á sama tíma. Þú kannski kíkir á miðbæinn einhvern tíma seinna en ég geti spurt út í það. Hvað segir þú þér? Ef ég fæ eitt fyrir að fljúga heim, já. Við vitum náttúrulega ekki hvað verður mikið af ferðamönnum sem kemur hingað. Þannig að það hefur náttúrulega líka áhrif inn í þessa breytu. Og svo hversu virkur markaðurinn þar sé ef það einhverjir sem eiga þetta sem ætla bara að liggja á þessu og bíða eftir þessu og ekki að lækka verðið, eða ef að verðið lækkar þegar það losnar, að þá geta einhverjir aðrir flutt inn. Við vitum að stór hluti af eignunum niðri í bæ eigu stóru fasteignafélagana og þau geta ekki lækkað verðið því að þá fellur efnahagsreikningur hjá þeim og bankarnir verða að taka þau í fangið eða þeir sem hafa fjármagnað þetta. Þannig að þau geta ekki lækkað nema bara hverfa. Já, það spurning hvort þú vilji fá einhverja leigulegri eða í staðan fyrir enga. En þetta eins og ég segi, bæði flókið og erfitt að vita upp frá bara hvað mun gerast. En ég meina, við sáum þetta hérna áður, þegar Grandinn áður en hann var mjög eftirsóttur, þá voru listamenn þar og svona einhver ný startup fyrirtæki, nú búið að verðleggja þau út af þeim markaði og komin einhvert annað og ef það fer að vera mikið á tómu húsnæði þá mögulegt að það komi tilbaka einhvers konar þannig líf. Og þetta bara enn einn þátturinn af þessari strúktúrbreytingu sem að verða og það þess vegna sem og hún að verða út allan heim á mismunandi hátt á mismunandi stöðum og þess vegna getur maður held ég alveg sagt með mikilli vissu þó að mörgum finnist óþægilegt að það verði mjög mikil breyting og það verði ekki aftur hagkerfi sem var fyrir COVID. Og það ekki bara út af COVID-inu, heldur það út af hinum undirliggjandi breytingu sem lá fyrir að þyrfti að gera, en það verða bara hraðar. Ég meina, ég get núna pantað hérna heim fínt og gott grænmeti og ég get séð á appi hvar bíllinn að koma og hann sendi mér skilaboð hann kom eftir 20 mínútur, þannig ég fari ekki út í bakaríu með hann. Þetta var hægt fyrir, þegar ég bjó út í Svíþjóð fyrir 12 árum eða 7 árum. Nú þessi tækni komin hingað loksins, af því að fleiri eru farnir að gera það, nóg margir farnir að gera það. Og þetta bara dæmi margar af þessum góðu afleiðingum og það einhverjir sem fá nýja vinnu við að vera að keyra út vörur heim til fólks í staðinn fyrir að fólk sé að keyra í verslunarmiðstöðvarnar sem eru þá kannski að verða með lægri leigu eða tómum svæðum. Þannig að Ásgeir, ég ætla að spyrja annað. SA sendi frá sér svona fyrir viku, eða tæpri viku,
svona það sem við held ég höldum áfram og Halldór Benjamín hefur svona farið rúnt í fjölmiðlum að kynna þetta. Þetta eru tillögur SA viðspyrnu vegna COVID og þetta nú svona kunnuleg stef mörgu leyti, lækka skatta á fyrirtæki, draga úr reglugerðum og eftirliti, minnka völd verkalýðsfélaga með, ég held kallið það endurskipulagning vinnumarkaðsmódelsins eða eitthvað slíkt. Það tillögur endurhugsun í opinberum rekstri sem útvistun og einkavæðing áberandi og þarfaldi götun. Það sem að mér fannst vera áhugaverðast í, ég held að kom ekki fram í tillögunum sjálfum, heldur kom það fram í viðtölunum við Halldór Benjamín að hann talaði að kosningarnar sem nú eftir 10 mánuði, það svolítið langt í það, það verður kosið þetta meðal annars. Kannski verður þetta stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins, ég veit það ekki, en það sem var svolítið áhugavert þegar maður var að hlusta að það var eins og ætti lítið sem ekkert að gera þangað til. Og það hefur oft komið fram ég hef oft spurt ykkur að þessu, hvort að það ekki að búa til störf fyrir fólki sem atvinnulaust á meðan og kannski það bara ríkisvaldið sem hefur frek til þess að gera það meðan að einkageirinn liggur einhverju leyti niðri og ríkið náttúrulega að greiða fólki laun meðan það atvinnulaust. Þannig að það var oft komið tals. En hann slær alveg á það og segir að það verið að bíða þá til að einkageirinn nær sér og þá hafi hann, muni hann ráða fólkið aftur því það var einkageirinn sem þurfti að draga saman og þurfti að segja við fólki og það myndi skekkja svona hlutföllin á milli einkageirans og ríkisgeirans ef ríkið einhver leyti færi að stuðla að atvinnuuppbyggingu. Það sem að mér finnst, að því að þetta rímar svolítið sem við vorum að tala áðan, að hugsanlega myndi braggast samfélagi svona mitt sumar, að þá væri umræða haustsins eftir mikið atvinnuleysi alveg þangað til, að þá væri umræða haustsins það í aðdraganda kosningana, hvers konar samfélag við myndum byggja upp og Halldór Benjamín telur sig að hafa góða uppskrift af því sem stórum dráttum eins og ég lýsti þessu. En á móti segir Halldór Benjamín að komi tillögur að hækka skatta á eitthvað fleira. Ég veit ekki hvort þú hefur náð að lesa þetta en hvað heldurðu hefur trúa því að kosningarnar september næsta ári verði leiðina út úr COVID og telurðu að svona tillögur muni renna vel ofan í landan? Já, ég nú kannski ekki rétti aðilinn til að spyrja út í stjórnmálafræði hins séríslenska kjósenda, kynþátt hins séríslenska kjósenda, en ég held að það sé þó þetta sem ég náði að renna yfir þessa nýju vefsíðu, þannig virtist nú svona fljótálítið vera ósköp mikið gamalkunst stef og ákaflega lítil nýsköpun í hugsun eða jafnvel eins og ég hef bent á áður lítið sem menn virðast lesa þarna hvað að gerast í útlöndum. Ég stýrði fundi í gær þar sem var þýskur hagfræðingur, Peter Bofinger, sem hefur verið fulltrúi í efnahagsráði þýska sem með hagfræðingum frá mismunandi sviðum. Hann var það nokkur ára. Ég kynntist honum 2012 fyrst á ráðstefnum svona nýja hugsun í hagfræði. Hann hefur verið algjörlega samkvæmur sjálfum sér í sinni ráðgjöf og þótti lengi vel mjög hjáróma rödd eða öfgafullur eða hvernig sem maður vilja segja það í evrukrísunni og gegnum fjármálahrunið, evrukrísuna og núna aftur í þessari krísun. En röddin hans sem hefur verið svo sama í gegnum þessar krísur núna orðin meginstraumsröddin í Þýskalandi hjá bara meira með öllum hagfræðingum þar og öllum aðgerðum að því þar ætla menn sér að komast saman í gegnum þetta áfall, koma samfélaginu heilu í gegnum áfallið og ekki að nota þessa krísu til þess að einhvern veginn ota sínum tota eða ná fram einhverjum sérstökum breytingum fyrir eigin hag. Af því að allir munu tapa á því. Það það sem lá fyrir af tilrauninni sem var gerð eftir síðasta hrun út í Evrópu
En það svolítið eins og að hér á þessari eyju hafi menn af svona bæði þessu attitúdi til þess að þetta reddist og hins vegar því hversu heppin við vorum þegar við fórum í gegnum fjármálahrunið síðast. Við létum útlendingarna borga. Við þurftum ekki að taka á okkur mikinn samdrátt í raun og veru þó að auðvitað hafi sumir einstaklingar lent mikið í því en við það var gríðarleg kaupmáttar rýrnun á þessum árum. Já, sem að sem komið tilbaka núna. Þannig að ég ger ekki lítið úr því Batinn kom að svona óvart eiginlega sjálfum sér með ferðamanna bylgjunni. Með útlendingunum bara og fyllti hér kistur okkar af erlendum gjaldeyri upp í Seðlabanka. Þannig að og við gátum látið útlensku fjárfestana borga þannig að ríkissjóður fékk tilbaka allan kostnaðinn af endurreist fjármálakerfisins. Þannig að ég að tala á þessum makró heildarlevel og þá komum við rosalega vel út úr þessu og erum bara eins og Kanada með einna besta efnahagsreikning hins opinbera. Og það kannski svolítið hættulegt núna þegar að sko allur heimurinn að lenda í þessu og við erum að lenda illilega í þessu bæði varðandi ferðamenn og mögulega fyrsta sinn að lenda í alvarlegu atvinnuleysi að þá væri nú betra ef að menn væru aðeins betur inn í því sem verið að segja frá OECD og IMF og Financial Times eða þýsku hagfræðingastéttinni í heild sinni. Það að segja að það að ætla sér að sko núna passa upp á að byrja snemma að fara koma fjárhagnum á réttan kjör með því að draga saman hjá sveitarfélögum eða opinbera það sem allir að forðast út í heimi og getur að ráðleggingu allra þessar alþjóðlegu stofnana getur skapað meiri skaða ef það gert og snemma. Því þetta lærðu menn af mistökunum 2010-12 og það svolítið surrealist þó ég segi ekki annað en að horfa upp á málflutningin hér að því að sko ef menn skoða raunkönnun að þá ekki neitt alvarlegt ástand að hljótast af þessum mikla tímabundna hallarekstri. Það bara mögulegt að ef að það verður dregið úr honum of hratt of snemma þá muni það skapa meiri vanda í framtíðinni sem veldur meiri kostnaði til langtíma framtíðar heldur en að taka vel á þessu núna og gera réttu hlutina núna. En það verður þá að gera réttu hlutina en ekki bara eitthvað fyrir alla og dreifa út hér peningum eins og þeir séu ókeypis eða allir geti komist með lúkuna í sultukrukuna og náði pening. Það þarf að leiðrétta það allt fyrir með réttri skattheimtu eftir á og það held ég alveg réttur punktur að kosningar á næsta ári eru gífurlega mikilvægt atriði og þetta mun hafa áhrif á pólitíkina. Svo ég vísi aftur í fundin frá Bretlandi í morgun. Þar voru menn að tala að skuldaaukningin samkvæmt skýrslunni myndi halda áfram til 2023 og síðan væri þetta að fara að byrja að draga úr sko, jafnvel miðað við þær fréttir að bóluefni væri að koma því það bara að vinna sig út úr þessu og þá sagði reyndar á þeim fundi gagnrýnandi á skýrsluna sem fyrrverandi fjármálaráðherra þar. Já, munum nú það eru kosningar 2024 í Bretlandi. Þannig að það nú ólíklegt að það verði neitt gert í því að byrja að minnka útgjöldin og minnka hallan og minnka skuldsendinguna fyrr en eftir þær. Ólafur, Ásgeir svona hálf hæðist að þessa, það þetta sjúrealíst. Sást þú eitthvað jákvætt í þessu? Já, það nú alltaf hægt að sjá jákvætt í flestum hlutum. Kannski ég ætla að grípa aðeins boltan með hjá Ásgeiri varðandi skattheimtuna. Sko, til hvers eru skattar? Skattar eru ekki til þess að fjármagna bókstaflega ríkissjóður. Ríkissjóður gefur út nýja peninga í hvert skipti sem hann eyðir einhverju. Já, ég má skjóta inn að eitt af því sem að Halldór Benjamín hefur sagt í öllum þessu viðtölum að sko einkageirinn fjármagnarinn opinbera geira. Já, einkageirinn fær reyndar peningana sem hann þarf til þess að borga skattana frá Seðlabankanum, en það kannski annað mál.
Þannig þetta ekki rétt að einkageirinn fjármagni opinbera geirann? Ég myndi frekar orða það þannig að opinberi geirinn fjármagnar skattgreiðslur einkageirans. Skulum orða það frekar þannig. Það lætur allavega einkageirann í té það fé sem hann þarf til þess að borga skattana. Af því að til hvers eru skattar? Það eru fjórar í rauninni svona megin tilgangur skattaðir í 4 liðum. Það í fyrsta lagi það að sjá til þess að sé ekki ómikið af peningamagni í umferð. Þannig að þess að þegar ríkissjóður borgar eitthvað, þá hann að auka peningamagni í umferð og sama tíma þegar bankar veita lán þá eykst peningamagni í umferð og þegar skattar eru borgaðir þá minnkar peningamagni í umferð og þegar lán eru borguð tilbaka þá minnkar peningamagni í umferð. Skattar eru til þess að koma í veg fyrir það að krónan missi verðgildi sitt meðal annars. Í öðru lagi þá eru skattar til þess að vera einhvers konar tæki til þess að koma fram vilja kjósenda varðandi jöfnuð sem dæmi. Og það getur verið, þess vegna erum við með sem sagt, svona progressive skatta eða skatta á eignir eða nettóeignir og slíkt. Í þriðja lagi þá erum við með skatta sem eru einhvers konar svona hjálp í rauninni til þess að kannski viðhalda framleiðslu í ákveðnum framleiðslugeirum og beingreiðsla til bænda eru dæmi það. Þetta eru í rauninni neikvæðir skattar þannig að og í fjórða lagi þá erum við með einhvers konar opinber gjöld til þess að viðhalda einhvers konar svona tilfinningu fyrir því í rauninni hvers virði þessi opinbera þjónustan og það getur verið til dæmis það að borga aðgöngu í sundlaugina eða eitthvað slíkt eða heitavatnsgjald eða eitthvað slíkt. Skattar á fyrirtæki þannig að séð af hverju erum við með skatta á fyrirtæki? Út frá þessum 4 punktum. Ef þú vilt, þá getur þú lækkað skatta á fyrirtækinu í 0% og í staðinn fyrir að skattleggja fyrirtækin, þá skattleggur þú eigunduna. Og þú skattleggur þá einfaldlega bara í samræmi við það hvað í rauninni, hvers konar jöfnuð þú vilt vera með á meðal fólks í landinu. Og þetta í rauninni þá ertu ekki að skattleggja milligönguaðilann á nýtingunni á peningunum að lokum. Þú ert einfaldlega að skattleggja aðilann sem í rauninni fær greiðsluna tilbaka. Og það margt í þessu sem í rauninni það alveg hægt að ræða það alvarlega. Hver áhrifin eru af því að lækka skatta á fyrirtæki og hækka skatta það á einstaklinga í staðinn vegna þess að sem dæmi. Fyrirtækjaskattar þeir ýta undir það að fyrirtæki noti skattana sem einhvers konar svona noti skuldir og vaxtagreiðslur til þess að koma sér undan sköttum. Það er hvati fyrir fyrirtæki að vera með hærri skuldir og borga þar með hærri vaxtagjöld til þess að lækka skattagreiðsluna sína. Þannig að það er ákveðin, þetta er kallað svona skattaskjöldur eða tax shield á mennsku. Og ef þú ert með í rauninni lægri skuldir á fyrirtækjum vegna þess að það er engin hvati hjá fyrirtækjunum að taka skuldirinn á sig til þess að lækka skattana, þá ertu með öruggari fyrirtæki. Þú ert ekki með mikið af skuldum á efnahagsreikningum fyrirtækja sem þarf að servicera hvenær sem og þar með getur í rauninni verið með miklu sterkara hagkerfi líka í framtíð með framtíðina að leiðarljósi vegna þess að þau geta tekið á sig högg í varðandi ekki jafn miklar tekjur vegna þess að það er ekki jafn mikið af vaxtagreiðslum sem þarf að borga. Og það er fullt af svona atriðum sem verður að hafa í huga. Ég þarf ekki að taka það fram að það er engar svona tillögur hjá SA að hækka fjármagnstekjuskatt á móti, það er ekki svoleiðis. Ok, en það er einmitt bara hluti af því. Það er alveg fullkomlega eðlilegt að ræða það í rauninni hver er tilgangurinn með sköttum af fyrirtæki og ef tilgangunum er ekki náð og það er þessi 4 punktar sem ég myndist á, þá er bara eðlilegt að við spyrjum okkur ég með að lækka skatta á fyrirtæki og hækka skatta á einstaklinga í staðinn. Og við getum hætt að láta vaxtakostnaðar vera frádráttarbornum frá skatti. Og líka, nákvæmlega, sjálfsögðu. Og það er verið að ræða það fullri alvöru út í heimi. En ef maður segir það á Íslandi er maður álitinn einhver surrealisti. Ef ég má endur orða held ég sömu hugsun og Ólafur er að tala
það sem ég finnst svo erfitt að skilja hversu erfitt að koma skilningi á Íslandi það að þetta snýst ekki skoðun eða hugmyndafræði. Grunnstærð í allri hagfræði að það gengi út frá því að sparnaður jafn mikill fjárfesting, bara til þess að bókhaldi gangi upp. Og þegar atvinnulífið hættir að fjárfesta og fer að spara, að þá verður á móti ríkið að auka sína fjárfestingu og ekki spara, þar að segja skuldsetja sig. Og það einfaldlega það sem við erum að sjá gerast út allan heim. Og þetta bara byggt á einföldum þjóðhagsreiknings bókhaldsstærðum, en hér detta menn síðan alltaf í einhverja ideológiska hugmyndafræði að það sé svo svakalega vont og það séu byrðir á komandi kynslóðir þegar að eins og Ólafur var að benda á, það að gera Reykjavík að miklu verðmætari borg ef hún með einhvers konar samgöngukerfi sem virkar fyrir alla en ekki bara einkabíla. Það fjárfesting sem býr til atvinnu núna, verður einmitt gerð þegar að einkaaðilarnir ekki að fjárfesta. Þannig að hún kemur jafnvægi á kerfið að nýju, þannig að við komumst út úr vandanum. Og þetta það sem eru ráðleggingar út allan heim og þetta það sem allir eru að gera út allan heim. Og þá einmitt að snúast það að gera fjárfestingu sem gerir lífvænlegra og betra að búa í samfélaginu saman en ekki bitlingar eða fyrir einhverja sér hagsmuna hópa eða aðila. En þessi hugmynd sem að mátti lesa út úr því sem Halldór Benjamín segir og kannski ástæða fyrir að spyrja þessu að því að Bjarni Benediktsson endurómar það sama, að það verði raunverulega á tímabilinu þangað til að einkageirinn nær að jafna sig sem að miðað við það sem að þið segir kemur ykkur kannski aukin neysla næsta haust og svo kannski koma ykkur missir og eftir það sem að einkageirinn endurskipulegg sig, að á þessum tíma eigi bara að vera bið. Þannig að fólki sem núna atvinnulaust, sem 20.000 verða kannski 25.000 áramótin eins og talað að það verði bara að bíða og það verði bara haldið atvinnulaust. Því að ekki rétt að þið hafa stundu sagt að þegar starfsemi liggur niðri þá mála maður húsið og diktar að og þessi svona hugmyndum að við detta inn í eitthvað tímabil sem að eru kannski bara næstu 10 mánuðir verði eiginlega bara hlé í samfélaginu, Ólafur. Þetta freistandi tilhugsun? Hættan á því hættan á því sem getur gerst og það sem í rauninni að þróast undirliggjandi svolítið tengt því sem Ásgeir talaði áður og það varðandi það að skuldir fyrirtækja hafa í rauninni breyst sem mikið og skuldir kannski heimila líka, meðal annars vegna þess að núna eru bankarnir aðeins duglegir við það að veita íbúðalán sem dæmi. En það sem verður að passa upp á á kreppu tímambilum að fyrirtæki vilji fjárfesta og viðhalda framleiðslu. Og það eitt að viðhalda framleiðslu raunar stundum ansi oft kannski hægara sagt en gert á krepputímum. Þannig að þess að framleiðsla, ef ég að reka fyrirtæki, þá tek ég ekki ákvörðun það að framleiða eitthvað nema ég haldi að ég geti selt það. Og ég held ekki að ég geti selt eitthvað nema ég fái inn pantanir. En ég fæ ekki inn pantanir ef fólk úti í samfélaginu ekki með tekjur. Þannig að þú verður að byrja á því að sjá til þess að fólk í samfélaginu sem með tekjur sem það getur notað til þess að kaupa eitthvað af fyrirtækjum. Og þegar fyrirtæki sjá að það sé eftirspurn í hagkerfinu, þá framleiðslan sett í gang og þá fólk ráðið í vinnu og slíkt. En það verður einhverja viðhald af því að það séu tekjur hjá þeim sem kaupa framleiðslana af fyrirtækjum. Og það það sem verður að gera fyrst, það að auka kaupmátt almenning og kannski helst hjá þeim sem hafa minnst milli annarra, því að þeir sem standa sig kannski betur myndu kannski í þessu ástandi freista þess að greiða niður skuldir eða setja peninginn undir koddanum. Það þetta sem aðal ástæðan fyrir því af hverju ég hef alltaf verið að tönglast á því að bjóða fólki upp á það að finna sér tekjur ef það vill tekjurnar á annan borð sem dæmi með atvinnuframboðstryggingu. Þarna
trygging það að þú sért með rétta innspýtingu af fjármagni inn í hagkerfið frá hinu opinbera til þeirra sem eru atvinnulausir og til þeirra sem vilja kannski hætta í viðkomandi vinnu en það hefur verið að misnota það á einhvern hátt eða bara hvað sem kannski eru þeir bara leið, kannski bara finnst þeim eitthvað gaman í vinnunni og þeir vilja bara skipta og þeir eru bara til í að fara í einhver aðra vinnu. Þarna komin trygging upp á það sé verið að viðhalda greiðsluflæði í hagkerfinu sem kemur bókstaflega fyrirtækjunum sjálfum vel vegna þess og þarna verið að sjá til þess að sé nægilega eftirspurn í hagkerfinu sem síðan dregur áfram framleiðsluna. Ásgeir Brynjar, þetta var reyndar tillaga sem að Samfylkingin var með, eina af þeim tillögum að hækka allar grunnbætur, örorkulífeyri, eftirlaun, lágmarkslaun, atvinnuleysisbætur. Það kom fram í þessu þætti við Rauðaborðið að þetta tillaga frá BSRB frá því upphafi COVID-kreppunnar að grípa til þessar aðgerða til þess að örva einmitt. En ef ég má að því að þú nefndir þarna hinn ágæta þýska hagfræðing, vinnumála sambandsins þar, alþjóðasambandsins þar. Það ekki þannig að þetta sé góð leið, kannski ekki á meðan allir eru í svona lockdowni og samfélagið liggur niðri, en hins vegar algjörlega nauðsynlega þegar það komin eitthvað svona gangur sem líklega það tímabil sem við erum á núna og svo náttúrulega enn frekar þegar að mótefnið finnst og það má búast við svona að allt opni, að þá eiginlega nauðsynlegt að setja svona vítamínsprautu inn í hagkerfið í gegnum einmitt greiðslur til þeirra sem að eru kannski á minnst á milli handana. Jú, það sem hefur komið þannig að þetta aftur frekar einfalt bókhaldsdæmi. Ef bara til einfalda töluna, það var 10% samdráttur, segjum það, á þessu ári og segjum að hann verði bara líka það á næsta ári og svo verði allt fínt. Til þess að bregðast við því, þá var annarkvort með afrúnum þarf að 10% atvinnuleysi eða allir að vinna 10% minna eða að 20% verði hálfu starfi, það að dreifa þessu út á mismunandi hátt og spurningin sem að náttúrulega pólitíkin hlýtur að snúast á næsta ári og ég ekki að tala sérstaklega flokka hér, heldur í öllum þeim löndum þar sem eru kosningar og afleiðingin af þessu COVID og því hvernig við vinnum okkur út úr því þegar við erum búin að stöðva blæðinguna sem núna í gangi og vinna stríðið sem verður kannski næsta sumar, næsta haust, kannski tefst það, en allavega að þá þarf að vinna friðinn sem þriðja skrefið og það örugglega það sem verður barist á hinu pólitíska sviði á að gera það með því að fara aftur í eitthvað skuldahlutfall sem var búið til úr einni tölu utan úr ethernum með engum greiningum, gögnum eða tölum á bakvið eða eins og verið að tala út allan heim og sérstaklega út í Evrópu búum við til nýjar reglur þegar við setjum aftur hér í gang og höfum önnur viðmið á tölunum hvað sé ásættanlegt af skuldum, búum við til annars konar form á vinnumarkaðnum, nýtum við strúktúrbreytinguna til þess að sumir fái 10% launahækkun og einhver 10-20% verði á atvinnuleysisbótum eða hvernig ætlum við að fara að því að jafna þetta út og hvernig ætlum við síðan að dreifa kostnaðum því hann þarf síðan einhvern veginn að koma tilbaka og það verður náttúrulega að einhverju leyti með skattheimtu enda hún nauðsynleg til þess að það verði ekki mikil verðbólga af öllum þessum nýju fjármunum sem búið að búa til og pumpa út og það ekki einhver einföld hugmyndafræði, það flókið samspil, það eru raungögn sem sýna fram á það að aukningin á peningamagninu ekki að búa beint til verðbólgu eins og sumir virðast trúa og halda hér á landi. Menn þurfi ekki annað en hafa lesið fréttir síðustu 10 ári í Evrópu eða skoða tölur frá hvort sem Japan síðustu 25 ár eða Evrópu síðustu 10 ár. Þannig að þetta svona hinn skarki fókus finnst mér stundum á áhyggjunum en pólitíkin verður að snúast þetta. Hvernig ætlum við að gera þetta? Hvernig samfélag ætlum við að búa til?
eftir að stríðið búið og hvernig ætlum við að deila út byrðunum og ábatanum af því góða sem kemur út úr því og ég bara út af öðru verkefni var nú að lesa gamla grein eftir gamla góða Keynes í gær sem heitir The Economic Possibilities for Our Grandchildren, efnahagslegir möguleikar barnabarnan okkar. Þetta grein sem hann skrifaði 1930 og þá hann búinn að reikna út að eftir 100 ár þegar hann skrifar þetta, sem eftir 10 ár hjá okkur, það er 10 ár í þetta, ef okkur tekst að bjarga plánetinu frá mjög miklum skaða, að þá eigi svona að vera nóg að vinna það bil 15 klukkutíma á viku. Svona 3-5 tíma vinnudaga. Og svo verði róbótar og tækni framfærinnar búin að gera okkur en hann kannski gerði ekki alveg ráð fyrir auðsöfnuninni og misskiptingunni sem að Piketty og fleiri hafa bent á. En þetta hlýtur pólitík allan heim næstu ára að snúast. Herðu, við látum þetta vera orðin. Það er minnst á Kane og þá slítum við hætturum alltaf. Nei, ég segi svona. Ég þakka ykkur fyrir að stoppa aðeins og heyrið það bara fyrir að tala við ykkur. Það margt annað sem er kannski knýjandi að tala það svona margt sem bendir til þess að við sem að lenda núna í því ástandi að út af tekjufallinu að þá það til dæmis held ég sé ljóst að margir leigjendur eru í vandræðum og að þau kannski borga leiguna sína en verða svo að fara í biðröð eftir ókeypis mat til þess að geta borðað. Það bendir til þess. Kannski þegar fleiri fara niður á flatar atvinnuleysisbæturnar eða þú veist, eru búin að vera lengi með tekjufalli því að þó þessi tekjutenging á sumum atvinnuleysisbótum að þá hjálpar helmingast kannski flugmennirnir í launum og svona þeir stéttir sem höfðu meira. Að það má búast við því að fólk fara að lenda í vandræðum með að standa skil á húsnæðislánum og öðru slíku. En ég ætla að fá að geyma það í næsta þátt okkar og vonandi að við kannski hittust bara fljótt aftur. Ásgeir Brynjar Torfason og Ólafur Margeirsson, þakka ykkur fyrir að staldra við í kvöld. Við reiknum með að Guðrún Johnson verði með okkur næst. Hlustendur þakka ég kærlega fyrir að hlusta. Á eftir klukkan 10 verður þáttur kaffistofan, þar rætt verkalýðsmál og þar ætlar Katrín Baldursdóttir að ræða við ungt fólk stöðu þeirra á vinnumarkaði og svona tengingu þeirra inn í verkalýðshreyfinguna. En ég þakka fyrir í kvöld. Takk.